Katrín Anna, þetta hefur verið viðburðuríkt ár og svona kannski toppar allt í gær, kvöldi. Já, svo sannarlega, það var alveg geggjað sko. Svona öll stemningin og fá að taka þátt og skora og allt svoleiðis. Já, einmitt, ég var mjög fegin að ég náði þessu marki inn þarna. Það alveg gerði kvöldi fyrir mig sko. Þess að ég segi þetta er búið að vera viðburðuríkt ár sem að hlaupa aðeins yfir það. Fast valin í æfingahóp A-landsliðsins í vor í fyrsta sinn, síðan vinniði Gróttu stelpur eða konur sæti í Ólafsdeildinni, svo fer við út með 20 ára landsliðinu, landi þar í 7. sæti, fyrsta sinn í A-landsliðinu í lok september og skoraði fyrsta mark þar og svo núna komin á EM, þannig þetta það er rót að segja að það sé margt búið að gerast. Já, þetta ár er seint toppað sko, en maður kannski getur reynt. Já, þetta eru margir áfangar og skemmtilegir. Já, einmitt og allir eiginlega bara, hvað sem jafn skemmtilegir. Þetta kannski einmitt kissubyrðið. Já, að koma inn á og skora. Já, einmitt. Og svo taka þátt í þessari gleði sem var þarna í leikslok. Já, hvað þetta var skemmtilegt. Vá, bara sjaldan upplifað annað eins. Þannig að þetta ár verður minnistætt. Já, algjörlega. Hvernig sem allt fer. Já. En þú ert í skóla með þessu? Já, ég er í verkfræði. Og hvað í HR og hversu langt ertu komin? Ég er í HÍ og ég er núna á öðru ári. Þannig að það er þó nokkuð að gera fyrir utan þetta? Já, og einmitt eins gaman að vera hér og þá er ég að missa öllum lokaprófunum mínum, þannig að ég þarf bara að taka þetta allt núna í janúar. Já, þannig að það er ekkert, það verður engin miskunn hjá Magnúsi, þú verður að bíða fram í janúar með það. Já. Og en það er náttúrulega hálfsvekkjandi líka, það ekki? Nei. En engin leið kannski önnur? Nei, einmitt, en þetta er allt bara 1000% þess virði, þannig að ég sé ekki eftir einu. Nei, þetta er tækifæri til þessu upplifa. Já, algjörlega.